Góða kvöldið. Gaman að vera hér. Það var verið að tala við mig hérna á bakvið áðan. Verið að minna mig á það að það er fullt af sjónvarpsmyndavélum mitt út allt sem setur mig í svolítinn bobba því að eins og allir vita þá er ég djöfusins dóni og það getur verið börn að horfa á þetta. En maður verður víst bara að taka tillit til þess, þannig að halló krakkar. Hæ hæ. En mér langaði bara til að byrja á því að segja að við erum öll fíbl. Bara Vesturlandabúar eru hálfvitar. Ég komst að þessu í eitt skipti fyrir öllum daginn. Og nei, ég er ekki að tala um þegar ég sá fyrsta þáttinn af Köllunum. Þá hafði ég ennþá pínulitla trú á mannkyninu. En síðan las ég frétt daginn mann sem ákvað að herma eftir atriði úr Jackass og tók kínverja og sett hann á milli rasskinnan á sér og kveikti í. Hugmyndin var að kínverji myndi skjótast út, en í staðinn skoðist hann inn og sprakk upp í rassinum á honum. Mjaðmagrindin brotnaði, hann er getulaus í dag. Hvað þarf mann að leiðast mikið til að hugsa með sér einn daginn, ég veit hvað ég ætla að gera í dag. Ég ætla að setja sprengju upp í raskatið á mér. Hvað svo? Á morgun ætla ég að saga að mér hausinn. Fíp. Og síðan uppgötvaði ég þetta ennþá betur þegar ég byrjaði að reykja aftur daginn. Og komst að því að fólk hefur ekkert betra að gera heldur en að atast í mér út af því. Af því að Vesturlandabúar hafa bara of mikinn tíma. Ég meina að það er enginn að setja sprengjur upp í raskatið á sér í Írak. Bandaríski hermenn getur gert það fyrir þá, en... Já, og þó, kannski er það ástæðan fyrir öllum þessum sjálfsmorðsprengingum. Kannski, þú veist, ég er í Írak, það er ekkert nema sandur hérna. Ég ætla að setja sprengju upp í raskatið á mér. Sjáumst, ég veit það ekki. En eins og ég segi, fólk hefur ekkert betra að gera heldur en að atast í mér út af reykingum. Og ég... hvað eru margir inn í þessi reykja? Klappa saman höndum. Já, merkilega mikil orka í ykkur. En þessi reykja ekki, klappa saman höndum. Ok, mér langar til að segja eitt við ykkur aumingjana. Það er töff að reykja. Sorry. Þetta vita allir töffararnir reykja. Bob Dylan reykir, Nick Cave reykir, Brad Pitt reykir, Gilsenegger reykir ekki. Þannig að við getum öll verið sammála. Nei, en ég þol ekki þegar maður stendur einhver staðar í mesta sakleysi að fá sér sígarettu og það þarf alltaf einhver að koma. Það kemur vond lykt að þér þegar þú reykir. Og? Ég finn enga lykt. Óbeina reykingar drepa. Ok, skára þessi þú en ég. Tilbúin að taka á þetta. Reykingar drepa sæðisfrumur. Það er allt of mikið af fólki í heiminum hvað sem er. Fyrir utan það vill enginn sofa hjá mér þegar það svo mátt lykta mér. Reykingar valda krabbameini. Hafið þið hort á heiminn sem við búum í? Það eru stríð, hörmungar, hungursneyðir, Halldór Ásgrímsson er forsætisráðherra. Ég hlakka til að fá krabbamein. Er einhver annar en ég sem er bara að bíða eftir því að það slökkni á Halldór Ásgrímssoni? Hann heitir að vera í Kastljósinu einhvern tímann. Og þú veist að drafa eitthvað. Any day now. Ég held alltaf, ég stóð í þeirri meiningu að Halldór Ásgrímsson væri bara kjáni. Af því hann var alltaf svo kjánalegur, en ég er eiginlega komin á þá skoðun að hann sé ekki kjáni. Ég held að Halldór Ásgrímsson sé Satan. Það kemur mér ekkert á óvart, þótt hann væri í Íslandi í dag. Engum myndi spyrja hann út í Pálma Gestsson.
Eftir að koma hotn út úr hausnum á honum, augun eftir að vera rauð, reykur út eyrun. Hætt að gera grín að mér! Kallarnir miklu betri þáttur en Spaugstofan! Any day now. Og Davíð áttur að vera við hliðina á honum. Red rum, red rum. Talandi Satan, þá langar mig til að tala lélega tónlist. Hvað eru margir inni sem hlusta á 50 Cent? Þið megi fara. Af því að sko, hann ekki bara lélegu tónlistarmaður, hann líka bara fáviti. Halló krakkar. Það ekki allir sem vita þetta, en 50 Cent var skotinn 9 sinnum og hann lifði það af. Mér finnst þetta að vera lýsandi dæmi um óréttlætið í heiminum. Ég meina, John Lennon var skotinn 3 og hann dauður. Hvað var Guð að spá? Hann var skotinn 9 sinnum og þar af leiðandi hann með ör út allan líkamann. Og hann fekk sér tattoo í kringum hvert einasta ör. Þar sem stendur, You missed. Nei! Þeir hittu þig 9 sinnum! Það komast bara 9 skot í eina byssu, þeir gátu ekki hitti meira! Og þetta tónlistin sem spiluð á FM. Og útvarpsmenn á FM, það merkilegu þjóðflokkur. Þeir allir 50, lít út fyrir að vera 12 ára og kalla sig allir einhverjum fáránlegum nöfnum eins og Þröstur 3000 og Svali. Bara á FM myndi einhver láta sér detta það í hug að kalla sig Svala. Það enginn á Rás 2 sem kalla sig Trópi. Enginn á X-inu sem kallar sig Pepsi. Svali! Og ég meina, hann heitir flottu nafni, hann heitir Sigvaldi Kaldalóns. Töff nafn, kallmannlegt nafn, þjóðlegt nafn, Svali. Þetta ekki einu sinni rökrétt stytting á Sigvaldi. Kannski Siggi eða Valdi, Svali. Kannski hann héti Svalbarði. Og hvernig stendur á því að þessir menn, þessi ljósabekkja brúnu menn sem hlusta á skúter og keyrum á Hyundai Getz eru kallaðir hnakkar. Hvar tengingin á milli þess að hlusta á lélega tónlist og keyra á hommalegum bílum og hnakka? Bara á FM. Engin Rásar 2 enni. Engin Bylgjun F. Hnakkar! Hvað Einar Bárðarson þá? Hnakkaspik? Ég held að einhver hafi fengið sömu hugmynd og ég að taka Einar Bárðarson, Þröst 3000, Gils Enneger, Heiðar Austmann, setja þá alla svona á hnén í röð og skjóta þá í hnakkan. Það ykkur að kenna hljómsveitin Næloni til. Halló krakkar. Svo ég með eina spurningu að lokum. Af hverju klám bannað? Skoðum þetta aðeins rökrétt. Fannst þetta fyndið? Býtu bara. Skoðum þetta aðeins rökrétt. Guð skapaði mannin og Guð skapaði konuna. Hann gaf okkur kynfæri og hann gaf okkur kynlíf. Mjög gott. Hann gaf okkur rökhugsun, verkvit og getunni til þess að geta búið til ljósmyndir, kvikmyndir og vídeó. Og svo bannað að taka ljósmyndir, kvikmyndir og vídeó af fólk að lifa kynlífi. Það ekki eins og að segja að Guð sé pervert? Ég efast það að Guð hafi kveikt á sjónvarpinu upp á himnum einn daginn og þar hafi verið strumbarnir eða eitthvað og hann hafi hort á sjónvarp og sagt já, ég meina, hann sennilega með stórt sjónvarp, hann er Guð. Jesús Kristur. Hvað, pabbi? Hvað þetta? Þetta klám. Andskotinn, maður. Nú þarf ég að skapa feminista.
Takk fyrir mig.